Sæll og blessaður. Til hamingju með að ráðinn þjálfari meistaraflokks karla í handbolta. Hvað var til þess að þú samdir í Þrótt? Ég náttúrulega uppalinn Þróttari og það náttúrulega ákveðið challenge að koma tilbaka og reyna að rífa aðeins upp deildina aftur. Sérstaklega yngri flokkana kannski sem hafa svolítið verið látið sitta á hakanum. Þannig að það er svona aðalega, já, að reyna að rífa þetta aðeins upp aftur. Hvernig líst þér á klúbbinn og starfið í handboltanum? Mér líst bara mjög vel á það. Ég held að sé náttúrulega hægt að gera margt hérna í hverfinu og þetta er náttúrulega alltaf að vera með einhver afsakanir um það að aðstæðan sé ekki nógu góð og svoleiðis en við verðum bara að gera það sem við getum og nota það sem við höfum og ég held að, já, það séu miklu möguleikar á að gera vel. Hvernig líst þér á hópinn strákana sem þú ert með núna í meistaraflokknum? Bara rosalega vel. Þetta er skemmtilegur hópur af strákum, margir sem hafa spilað saman lengi og stór hluti hópsins eru Þróttarar. Þannig að mér líst gríðarlega vel á það, skemmtilegi strákar og mikil stemning og góður mórall. Er ekki mikil áskorun núna í 66-deildinni? Jú, vissulega. Það eru hörkulið, Þórsararnir með geggjalið og svo er það við Gróta og Víkingur sem erum að berjast sæti fyrir upp, en svo eru U-liðin líka gríðarlega sterk, Haukarnir og Valur og Káa og FH mjög góði líka, þannig að þetta verður hrikalega erfitt og við reynum bara að ná sem flestum stigum út úr þessu, við getum. Og komast í úrslitakeppnina á væntanlega? Jú, við erum náttúrulega komnir alltaf í úrslitakeppnina, það er svo mörg ullið, en það snýst bara um að toppa á réttum tíma og vera klárir eftir alveg 100% eftir áramót. Já. Er eitthvað svona áherslu, eitthvað sem þú innlega, eitthvað skilaboð til Þróttar og Köttar og svona lokum sem þú vilt nefna? Já, það er náttúrulega ógeðslega gaman að sjá fleira fólk á leikjónum. Það hefur svo sem verið að fjölga aðeins í stúkunni í síðustu leikjum og ég hugsa að það hjálpi svolítið, beinútsendingarnar líka. Það er svona auglýsir þetta ennþá betur fyrir okkur. En svo bara ég hef svo sem hamrað á það við strákana að við reynum að hafa gaman aðeins inn á vellinum og skemmt okkur vel og þá sjálfsögðu vonandi kemur fólk frekar á völlin. Ef við höfum ekki gaman að þessu, þá sjálfsögðu nennir enginn að koma að horfa á okkur, þannig að við reynum að hafa eins gaman að þessu við getum og ná sem bestum úrslitum. Glæsilegt. Og maður segir bara lifi. Þróttur að sjálfsögðu. Takk.